Komið sæl, þetta Pólitíkin 25. þáttur, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Gestur minn að þessu sinni Sigríður Á. Andersen, þingmaður Reykvíkinga, sem hefur undanfarna daga gagnrýnt skerðingu á borgaralegu frelsi vegna hertra aðgerða sóttvarnayfirvalda, svo sem á landamærunum en einnig í daglegu lífi okkar borgarana. Sigríður spyr hvort tilefni sé til svo hertra aðgerða og velti því líka fyrir sér hvort við séum ómeðvitað og sofna á verðinum, gagnvart ýmsu sem snýrað viðkvæmum persónuupplýsingum og fleira. Sigríður, velkomin. Takk fyrir. Nú þessi staða öll vegna COVID-19 að verða vægast sagt snúin og þetta að manni finnst mikið að breytast bæði út í samfélaginu og eins hjá yfirvöldum. Nú það að takast á sér maður ýmsi skólar í þessu og svona kannski í einfaldri mynd að þá þessi hópur sem vill að harðast verið gengið fram til að hefta útbreiðslu veirunar að landinu verður lokað og verið gripið til mjög afgerandi úrræða. Og svo eru hinir sem að vilja fara hófsamari leið og segja að samfélagið verða að geta gengið áfram eins eðlilega og nokkur kostur og við verðum bara einfaldlega að lifa núna í breyttum veruleika. Ekki ótt að segja að þú tilheyrir þessum seinni hópi? Jú, í sjálfu sér, ég vil þó gera svona smá fyrirvara við inngang þinn hérna áðan, af því þú segir ég hafi gagnrýnt þessar skerðingar á persónuréttindum manna. Svo ég haldi því bara til haga að ég nú þeirra skoðunar held ég eins og við flest það auðvitað kunni að koma til ýmiss konar skerðinga við svona aðstæður sem geta verið réttlætanlegar. Þannig var það til dæmis í upphafi að þá fóru menn auðvitað, réttindi manna voru skert með ákveðnum hætti, það var skólum var lokað á eldri stigum og ýmsar aðgerðir, sundlaugarnar og annað. Þetta auðvitað skerðing á atvinnufrelsi þeirra sem rekastæðina og auðvitað bara skerðing á rétti manna til að njóta þess sem þeir hafa valið í viðskiptum sín á milli. Þannig að eitthvað af þessu var auðvitað alveg réttlætanlegt, svona til skamms tíma. Það sem ég hef verið að benda á, gerði nú alveg svo sem strax í vor en hef gert kannski meira núna síðustu vikurnar, það að benda á að það gangi hreinlega ekki til lengri tíma og alls ekki ótímabundið eins og nýjustu aðgerðir stjórnvalda eru að skerða þessi réttindi án þess að menn velti því aðeins fyrir sér hvort að meðalhóf sé gætt. Og með meðalhófi í svona lögfræðilegum skilningi maður reynir að vera ekki alveg svona forpókar einhver formalist í þessu að þá á ég við það að menn svona vegi og meti aðgerðir ýmsar aðgerðir og spyrja alltaf sjálfa sig hægt að ná sama árangri með kannski öðrum aðgerðum heldur en þessum drastísku aðgerðum eins og núna að loka landamærunum í rauninni þótt að séu þetta ferðafrelsi ennþá en þá felur það að kalla það á sig svo gríðarlegt inngrip í friðhelgi einkalífsins að það má svo til heita það sé þannig að ekki að færi nema örfárra að una við það. Og þannig ég hef bara svona lagt á það áslug menn vegið þetta og meti og ég tek sem dæmi eða get tekið núna bara nýtt dæmi sem alveg ágætt dæmi. Það tóku í gildi í gær þessar nýju reglur þessa tvöföldu skimun á landamærum og sóttkví þess á milli sem ég hef verið að lýsa sem ég sé rauninni lokun á landamærum og þá ég nú augljóst þetta fyrir ferðamenn en það þetta líka fyrir Íslendingana það ekki að færi nema fárra að búa við þetta síðar kvöldið í gær þá kemur sóttvarnalæknir fram og bendir á það að það hafi bara náðst bara mjög góður árangur í því að ná tökum á veirunni þá ég að tala það sem sumir hafa verið að kalla faraldur númer 2 eða bylgja 2 eða seinni bylgja þetta sem kom upp í svona mitt sumar það sem komu inn menn telja hafi komið inn smitt við vitum ekki alveg það kann að vera smittið veiran hafi aldrei farið úr landinu mér finnst það nú kannski líklara en í öllu falli hafa komið það líku fyrir líka menn komu inn með smitt að utan það hefur náðst góður árangur í að ráða niðurlögum þeirra smita og þá hlýtur maður að þurfa að spyrja sig sem stjórnvald var nauðsynlegt og nauðsynlegt að grípa til þessara aðgerða sem eru mjög harðar varðandi lokun og landamærunum og þá aðgerða að skilgreina öll ríki veraldar sem áhættu svæði
og mér finnst af ummælum sóttvarnalæknis í gærkvöldi haft eftir honum. Það var innan við sólarhringur frá því að þessar aðgerðir tóku gildi og innan við sólarhringur frá því að við ákváðum að skilgreina öll ríki sem áhættusvæði, að þá liggur samt fyrir að við höfum náð bara mjög góðum árangri og þetta sé bara eins og mann segja, ef ég má segja þetta, under control. Þetta svona spurning sem að við kannski lögfræðinni myndum vega og meta ef við værum í svona dómsmáli og menn væri að færa rök fyrir því að þarna væri of langt gengið fram. Þá væri þarna kannski svona komið vísbendingum að það væri það. Þannig að þetta held ég að þurfi verður bara mjög fróðlegt að ræða næstu dagana og vikurnar, en ég held að það sé alveg einboðið að löggjafinn þarf að láta sig það varða ef að menn ætla til frambúðar að skerða réttindi borgarana, þótt að sem er vísan til sóttvarnar sjónarmiða, þarf það að koma inn á borð löggjafans. Og það var verið að greina frá því fréttum í dag, þetta er tekið upp á 50 degi að heilbrigðisráðherra er einmitt að boða það verði farið í endurskoðuna á þessum lögum. Hvers konar svona endurskoðun þyrfti það að vera þínu mati? Já, ég held að það sé ágætt með eins og nú veit ekki hvað heilbrigðisráðherra hefur í huga, en það kann að vera ágætt og það kann að vera að heilbrigðisráðherra sé að horfa til dæmis sambærilega löggjafar í Noregi sem kveður á það að þegar að sóttvarnayfirvöld ráðleggja tiltekna aðgerð, að þá geti ráðherra sem sagt tekið ákvörðun í samræmi við það með útgáfu einhverra reglna, en það þurfi jafnframt að bera það undir löggjafan. Þannig er þetta í Noregi. Þótt að þetta sé ekki svona hérna á Íslandi, þá er hins vegar ekki þar með hægt að gagnálykta á þann veg að allar reglur sem að ráðherra gefur út, það er standið skoðun. Vegna þess að það er sem við köllum lögmætisregla í lögfræði, og hér á Íslandi hefur hún verið, ég þekki mjög til norska löggjafar, þá skilst mér að hún sé miklu ríkari hér á Íslandi, lögmætisreglan, þar að segja að reglur þurfi að styðjast við lög, mjög skýr lagaákvæði að því leyti. Þannig að það er ekki hægt að gagnálykta og segja, já, þess vegna verða bara alla reglur, ef við myndum að óbreyttum lögum hér á Íslandi, þá gæti ráðherra ekki sett hvers konar reglur í skjóli sóttvarnalaga. Það held ég myndi ekki standast hér í íslenska stjórnarskrá og þá lögmætisreglu sem gildir hér á Íslandi. En það kann að vera að það sé heppilegra að hafa þetta skýrar í löggjöf, og það sé svona meira með formlegri hætti að þingið sé virkjað. En ég var að hins vegar við því að slíkt verði þannig að það verði þá bara svona að þingi verði stimpilbúði fyrir hverskins ákvarðanir. Það þarf að vera raunveruleg málefnaleg einhver vinna og greining á bak við reglum sem að skerða réttindi manna. Það er það sem ég legg nú aðaláherslu á, hvort sem að það er löggjöf eða reglugerðir, tímabundnar. Þegar þetta ástand byrjaði núna í vor, þá var svona nokkuð skonar landsliðsstemming og það voru slagorðin líðum víði, við erum öll almannavarnir, og það var svona pepla gefið út og þetta var svona mikið, já, það var svona mikil samstæða í samfélaginu. Nú sér maður að það er að breytast, meðal annars vegna einmitt að það komið gagnrýni eins og þú ert að bera fram og fleiri og eins svona, já, eru mismunandi atvinnuvegir að velta fyrir sér málunum og svo framvegis og skólahaldið og hvað eina. En það eru líka aðrir sem eru með gagnrýni á aðgerðir sóttvarnayfirvalda og það er fólk sem eru áhyggjur af því að hún geti grafið undan þessari samstöðu sem ég var að lýsa og trúverðuleika þess sem er verið að gera, sem er eftir allt þess að venda líf og heilsu fólks. Hvað segir þau sjónarmið? Já, ég er alveg sammálaður í þessari greiningu. Það var auðvitað bara ágætt að þessi landsliðsstemming saman gaman stemming sem myndaðist hérna í vor, ég held að hún sé einmitt lykilatriði, hún er lykilþáttur í árangri við svona aðstæður. Því þetta er auðvitað bara samstarfsverkefni allra sem að í einu landi búa ef að markmið er að ráða niðurlögum eða gera heilbrigðiskerfinu kleift að bregðast við þessari veiru.
ég er líka sammála því að menn svona eru farnir orðin svona tvístígandi. Ég ætla að vona að það sé, sko, menn með ekki hafa svona gagnrýni mína, þú vilt kalla gagnrýni eða ábendingar mínar sem einhvers konar forsendur fyrir, hvað maður kalla það, óþekkt eða andófi gagnvart samstöðunni. Það er ekki tilgangur minn eða ætlun að draga úr samstöðu okkar sem hér búum í því að standa vörðum þá sem að minna mega sín og kunna að eiga sárt að binda vegna þessar veiru. Samstæðan er mikið lykilatriði. Ég eins og benda á það er einmitt hægt að ná þessari samstöðu og ég held að það sé miklu betra að ná þessari samstöðu með öðrum leiðum heldur en drastískum, hörðum reglum boð og bönn. Við erum svo heppin með það og ég held ég hafi nefnt þetta ekkert í viðtali í RÚV í febrúar þegar maður horfði á hvernig þetta var að þróast í löndunum í kringum okkur að ég nefndi það að ég hefði væntinga til þess að það væri einmitt miklu auðveldara að ná samstöðu á Íslandi heldur en í mörgum löndum af því að við erum fámenn, hér eru boðleiðir stuttar, hér eru allir læsir, sko. Það er ekki þannig í stórborgum heimsins, ekki einu svona í borgum í kringum okkur, jafnvel. Þannig að það hefur verið auðvelt að ná til fólks og við sýndum það í vor og í upphafi að það var auðvelt og það skapaðist þessi samstaða og ég held að við þurfum að halda henni áfram en það sem síðan fylgir ef að menn ætla að setja reglur sem er óraunhæft að fylgja eða fólk upplifa þannig að það getur ómögulega fylgt algjörlega ströngustu útfærslu á einhvern reglum að þá kvarnast fljótt úr þessari samstöðu. Fólki finnst auðvitað óþægilegt. Ég held að öllum finnist eða langflestum óþægilegt að geta ekki eða sér fyrir sér sjálft sig í þeim aðstæðum að fylgja ekki reglunum. Ég held að við séum flest bara viljum fylgja reglunum. Erum löghlýðin öllu heldur. Og þess vegna er mjög mikilvægt líka að reglurnar séu þannig að fólk geti speglað sig í þeim, að það sjáu að það sé einfalt að fylgja þeim. Og við höfum auðvitað dæmi þessar 2 metra reglur sem að ekki nokkur maður á Íslandi hefur getað fylgt út í ystu og æsar. Ég held að það sé, mér sé óhætt að fullyrða það sko. Þannig að það var mjög tímabært hjá sóttvarnalækni að útskýra aðeins þessa 2 metra reglu og draga fram það sem stendur í lagatextanum eða reglutextanum öllu heldur, þetta er reglugerð að það sé ekki beint laðar kvaðir á einstaklingan í þessum efnum heldur bara rekstraraðila að tryggja fólk geti komið sér inn í umhverfi 2 metra reglu viljið að gera það en að öðru leyti og sjálfsögðu heyrir þetta svona undir almenna skynsemi fólks og mat fólks hverju sinni og þetta á við fleiri svið í þessum sóttvarnar reglum sko það að senda fólk í sóttkví í 14 daga fólk sem er heilbrigt sko heilbrigt fólk þar tel ég verið að svolítið að sóa hvað maður að segja bæði mannauði og peningum kosta miklu til þegar að við ættum kannski frekar að vera einbeitt okkur að þeim sem eru líklegir til þess að vera veikir ekki öllum sko heldur þeim sem eru líklega til að vera veikir það er að segja það eru þeir sem hafa greinst í ákvæðir og fólk í kringum það þannig að ég er ekki bjartsýn á að til dæmis þessar hörðu reglur á landamærum 2-valdaskimun og sóttkví þessar 5 daga á milli og þeir sem ekki vilja fara í skimununa þeir fara í sóttkví 14 daga það er mjög mikilvægt að halda því til haga að það var mjög mikilvægt að hafa þennan valkost líka vegna þess að fólk á auðvitað ekki að standa fram fyrir því að það komist ekki inn í landið sitt Íslendingar á þess að gefa lífsýni sko frá sér heilbrigt fólk sko sem engin grunur að sé smitað þannig ég er ekki bjartsýn á að þessi regla að fólki muni líða vel með þessa reglu Íslendingar sem þurfa að fara inn og út úr landinu af því það verða alltaf Íslendingar sem þurfa að gera það og það er meðal annars þess vegna sem ég nú að benda á að menn þurfa aðeins að stíga varlega til jarðar og virkilega huglega það hvort ekki megi ná markmiðunum með öðrum hætti og þá komum við kannski að stóru spurningunni hvert er markmið eins og þú kannski nefndir í inngangunum þínum markmiðið held ég að geta ekki verið að minnst sagði sóttvarnar yfirvöld það í upphafi markmið gæti ekki verið að Ísland yrði veiru frítt land
og ég hef ekki heyrt yfirvöld kvika frá þeirri skoðun sinni, sóttvarnar yfirvöld, og ég hef ekki heyrt neitt lækni í sjálfu sér halda því fram að það sé raunhæft markmið. Ég held að það sé ekki raunhæft markmið að Ísland verði veirufrítt land, ekki frekar Nýja-Sjáland sem hefur verið lokað í háa herrans tíð og finna samt smit og eru núna að leita logandi ljósi að hvernig þetta smit hefur komið inn í landið og eru farin að nýjasta hugmyndin var það að hefur komið á frosnum fiski eða á pakningu eða á eitthvað svona og ég hef heyrt lítið fara fyrir þeirri pælingu býtu kannski var bara smitið alltaf inn í landinu sko þegar það er einu sinni komið inn og menn eru bara einkennalausir og svo bara grassera þetta nú kannski of neikvætt að menn eru einkennalausir en svo bara gengur þessi veira, hún lifir bara sínu lífi. Þannig að markmiði hérna á Íslandi held ég get ekki verið að Ísland verði veirufrítt. Ég tek heils og undir markmiðið sem var upphaflega, það var að fletja kúrfuna, þar að segja kúrfu faraldursins eða dreifingar á veirunni, fletja þá kúrfu. Mér finnst svolítið menn verið að tala sko það sé núna verið að fletja sko bara efnahagskúrfuna sko. Og það má ekki vera. Ég held að það sé hérna, markmiðið að fletja komið veg fyrir þú veist hraðan uppgang á veirunni í þeim tilgangi að gera heilbrigðiskerfin okkar kleift að takast á við sjúkdóminn. Þannig að menn geti tekið á móti eða allt í einu kæmu 10-20 einstaklingar sem þyrftu að leggjast inn á spítala í einangrun. Og ég held að spítalinn, mér skilst það, spítalinn sé búin að gera alls konar breytingar hjá sér, skipulagsbreytingar til langs tíma sko, til langfram, til framtíðar, þannig að þetta sé hægt að einhverju leyti. Og maður hefur ekki verið að heyra á ófremdar ástandi þar heldur undanfarið og ekki í aðdraganda þessar aðgerða. Nei. Það var bara verið að telja smitin. Ekkert í sumar, einmitt. Já. Og talning og svo vísa menn til fjölda smita í erlendis, það er rétt þeim er að fjölga líka, en þá verða menn líka auðvitað að hafa í huga að það er líka verið að fjölga skimunum í heiminum og löndin eru jafnt og þétt að ná okkar árangri í þessum skimunum sko og ég vil fara fram úr okkur held ég ykkur lönd og Bretland var að boða það í gær að það yrði margfölduð tala um tífalda skimun að geta á dag núna þannig að það má alveg búast við því að greindum tilfellum fjölgi þar en það þýðir ekki að fár sjúkum eða dánum muni endilega fjölga að sama marki. En svo hefur enda verið bara með langar að grípa inn í þetta því að nú heyrum við stöðugt fréttir að eitt land segir hitt vera á rauðum lista og önnur er á grænum en svo heyrir maður líka að það sé einmitt kannski oft ómaklegt vegna þess að í rauninu þau lönd sem standa sér best í að halda utan tölfræðina eru að gera skimanir og vita kannski betur stöðun en önnur eru með svo nákvæma tölfræði að hún fer að vinna gegn þeim og kannski er þá skussin á grænalistanum. Einmitt. Það er alls konar svona með þessu og tölurnar síðan í sjálfu sér hafa líka verið og menn eru að leiðrétta þær núna aftur í tíman, til dæmis tölur yfir látna í COVID í Englandi hafa verið leiðréttar og reyndar hefur leiðréttingin gengið svo langt að það bara er búið að leggja niður eina heilbrigðisstofnun hérna opinberu heilbrigðisstofnun í Bretlandi og hún verður bara lögð niður og annars konar stofnun sett á laggirnar vegna þess að það kom í ljós að það var svo mikið misræmi á milli opinbera stofnana í skráningu sem útskýrði til dæmis að Skotland var með lægri tölur yfir látna vegna COVID heldur en England sem var með rosalega háa tölu. Þannig að þeir hafa í Englandi verið að lækka þessa tölu og svona er þetta út allan heim og þetta verður bara fróðlegt og að vinna fyrir mjög marga í mörg ár í framtíðin til að rannsaka þetta. En mér fannst RÚV vera með ágæta og mjög tímabæra samantekt á aðgerðum landa í kringum okkur núna í vikunni þar sem farið bara yfir hvert einasta land og hvernig bæði smitum hefur verið að fjölga eða þessum greindum sko og þar auðvitað kemur fram að þau eru að fjölga í flestum löndunum nema í Svíþjóð, þar er alveg öfugsnúið, þar eru það að minnka og þá veltir maður fyrir sig akkur er Svíþjóð ennþá áhættu svæði sko. Ég meina, það er alls konar svona en í öllu fall er það þannig að það held ég sjálfur má ljóst vera að Ísland er að ganga harðast fram í því að skilgreina öll ríki sem áhættu svæði ég átta mér reyndar ekki alveg á reglunum Bretlandi í Bandaríkjunum með sýnist að nú vera þannig en önnur ríki Evrópu bæði Evrópusambandinu og Bretland
með miklu opnara og skilgreina jafnvel bara tiltekinn svæði í einstökum löndum sem áhættusvæði, ekki all landið. Ég ætlaði að mynda að spyrja það eins út í þetta, þú ert svona kannski farin að svara því að hluta, að því þú ert nú formaður utanríkismálanefndar Alþingis og ég veit að þú ert að funda með kollegum þínum, minnst að kosti hérna í nágrannalöndunum og jafnvel víðar. Ert að sjá eitthvað þar sem að þau að gera með sem þú telur að við ættum að taka upp? Eitthvað vinnulag, eitthvað nálgun, að því að við auðvitað höfum náð góðum árangri og hampað fyrir það og við hampum okkur sjálf fyrir það, en það alltaf að bæta sig. Nei, þetta nú búið að vera mjög áhugavert að eiga samtöl við mína kollega í þessum löndum og ég held að það eigi það allir sammerkt, kannski eins og við hérna, líka á Íslandi, að henni kjörnu fulltrúar hafa bara haldið sér mjög til hlés og þeir segja mér að sumir ég það bara því að við höfum bara ákváðum að hafa það þannig til þess að búa til stemminguna og treysta bara öllu en það alveg ljóst hins vegar að það mikill ágreiningur með kjörna fulltrúa þær leiðir sem hafa verið farnar í þessum löndum. Ég meina það er ekki fullkomin samstæðu öllu heldur. Það er ekki kannski orðar að þannig ágreiningur kannski of hart en það er engan veginn sko svona einhugur þessar leiðir. Í Noregi var ákveðið að loka öllu og ég fekk svona viðbröð frá norskum kollegum að menn hefði viljað fara frekar að gera eins og við hérna á Íslandi og í Svíþjóð. Það hefði ég reyndar svona frá eiginlega flestum Norðurlöndunum líka. Þannig að ég átta mig ekki á því hvort það sé nokkuð sem við getum lært. Ísland hefur mér virst verið að fara svipaða leið á Svíþjóð í rauninni. Og það verður fróðlegt bara að fylgjast með niðurstöðu núna næstu viku held ég á einhverjum svona ekki mótefnamælingum heldur einhverjum sambaralegu mælingum, einhverjum T-frumu, hvað veit ég kann ekki að lýsa þessu en menn eru bjartsýnir á að í Svíþjóð að hafi komist ekki kannski hjarð ónæmi alveg en í öllu fall það þannig að yngra fólki að veikjast er að greinast með þetta en er ekki að veikjast og það nú kannski það sem skiptir helstu öllu máli sko. Að því eins og sagðir í upphafi að þetta auðvitað anstíkileg veira en ég held að hún sé bara komin þanniglega til þess að vera. Það kann að vera að koma eitthvað bóluefni við henni en á sama tíma manni sagt að hún stökkbreytist líka yfirleitt til hins betra en mögulega líka til hins verra og bóluefni nú bara eins og við þekkjum þau. Við bólusetjum hérna íslensku þjóðina fyrir inflúensu á haustin. Það svona happ og klappa hvernig það tekst til að því að menn geta aldrei verið að bólusetja fyrir nákvæmlega því sem verður í gangi veturinn. Og undanfarin ár hér á Íslandi hafa verið að látast 10-30 einstaklingar á ári af inflúensu. Þannig að þetta þarf allt, bara við þessa veiru þarf svolítið að skoðast líki samengi við til dæmis bara hvernig við höfum verið að berast við inflúensu, hvernig afleiðingar inflúensu eru. Og svo náttúrulega með alla aðra sjúkdómana sem að maður hefur svolítið áhyggjur af að fólk haldi í sér við að leita lækninga og leita á spítala. Ef að skilaboð eru gefin út einhvern veginn svona að menn þurfi óttast það að koma inn á spítala eða spítalinn sé að halda öllu hreinu bara fyrir COVID. Það er alveg fólk sem hefur svona dregið að leita til lækna eða á heilsugæslu, jafnvel á spítala. Af tillitssemi við COVID-ástandið og það auðvitað ekki gott og það gengur auðvitað ekki til lengdar. Í svona ástandi þá auðvitað eins og þú nefndir þetta var réttmætt að grípa til aðgerða og það þurfti að skerða persónufrelsi fólks og eitt og annað og það átti rétt að sér en svo þetta líka þannig bara eins og í öllu krísu ástandi að fólk fer að bregðast hratt við og það fer ýmislegt að stað sem að alla jafna þið spurt en ekki spurt þegar þannig stendur á og fyrir COVID-19 var nú aldeilis mikið gert og hefur mikið gert og það bara að vinna góða með persónuvernd og maður getur allorðið opnað vefsíður aðeins að þurfa að samþykja alls konar heimildir einhverjar og undirrita pappíra, myndbirtingar og samfélagsmiðlum eru takmörkunum háðar og margt fleira í þá veruna. Nú til dæmis komið þetta smitrakningar app og svo við skimun fólk að láta frá sér heilsufars upplýsingar og að kvitta undir alls konar pappíra meðferð slíkra upplýsinga. Þetta nauðsynlegt vegna þess að hagsmunirnir eru meiri en minni af þessu eða tímapunkturinn núna að segja býtu nú við
sko, hvað að gerast og þurfum við eitthvað aðeins að hugsa þetta dýpra? Þetta mjög góð spurning. Ég flutti nú frumvarp til nýra persónuverndarlaga á sínum tíma sem dómsmálaráðherra og laðist nú aðeins yfir það mál við það frumvarp var samið og það alveg ótrúlega íþyngjandi mál, það frumvarp var síðan samþykkt, þannig að við höfum í gildi núna ný persónuverndarlög sem eru alveg ofboðslega íþyngjandi fyrir fyrirtæki og að sumuleyti einstaklinga líka en menn hafa lagt miklu áherslu á þetta að og ég nú þannig þenkjandi líka, ég tel að menn eigi að gefa upplýst samþykki fyrir ef menn ætla að nota persónuupplýsingar og annað og menn eigi svona aðalega bara líka og ég held að reyndar hafi gengið ágætlega að innlega þessi persónuverndarlög, mörg fyrirtæki bara hættu að spyrja alls konar spurningar sem þeir þurftu ekkert á að halda, hættu að safna upplýsingum, persónuupplýsingum fólk sem það þurftu ekkert að vera að safna, gerði það bara um gömlum vana eða einhverju, að því bara tölvan bauð upp á það eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég held að það hafa mörguleiti verið til bóta. En það kemur mér einmitt svolítið á óvart, sko, það fer lítið fyrir, það sem ég verið að fylgjast með í Evrópu til dæmis, það sem að þetta hefur voru nú ær og kýr, sko, í svona 2 ár, þetta GDPR, það að segja persónuverndarlöggjöfin, hún var mjög mikið til umfjöllunar á tíma, en það fer ekkert, það voru lítið fyrir þeirri umræðu núna og hérna á Íslandi líka, já, það þarf auðvitað að tryggja það að fólk sem að fara að láta taka svo lífsýni, að það átti sig á því hvernig fari með það lífsýni og mögulega gögn sem að verða unnin úr því lífsýni. Það stendur endar í reglum heilbrigðisráðherra varðandi skimun að lífsýnum skuli eytt að skimun lokinni þegar að liggur fyrir hvort að viðkomandi er með veirun eða ekki, að þá eigi að eyða þessu lífsýni, en gögnin eru hins vegar áfram lifandi og það er mjög brýnt að stjórnvöld átti sig á því að stjórnvöld hafa skyldum að gegna þegar kemur að varðveislu þessara gagna og ef það á að nota þessi gögn eitthvað í framhaldinu í einhverjum öðrum tilgangi en að bara láta fólk vita hvort það er sýkt eða ekki, að þá þarf það að liggja alveg skýrt fyrir. Og ég heyri það að mennur að þetta safna alls, og þetta er svo fræðilega spennandi, ég get ímyndað mér að þeir sem eru í þessum geira að þetta sé bara í rauninu gósen tíð fyrir marga að rannsaka þetta og ég heyri það að Íslenska erfðagreining er búin að gera mjög vel og mikið í því að kortleggja þessa veiru og upplýsa okkur alls konar þætti í þessu og það er bara gott og blessað, en það þarf að liggja alveg fyrir í rauninni ef að menn að nota einhver gögn, persónugreinilega gögn eða mögulega jafnvel ekki persónugreinilega heldur, sko. Það liggja bara fyrir hvernig menn eru að nýta gögnin og það líka liggja fyrir ef að menn eru að grípa til einhverja aðgerða í þeim tilgangi að afla þessara gagna sérstaklega ekki endilega í sóttvarnatilgangi, sko, beinum sóttvarnatilgangi. Já. Og það kann alveg vera markmiði sjálfur sem að menn vilji safna einhverjum gögnum til þess að aðstoða, ég veit ekki, alþjóðasamfélagið eða eitthvað fyrirtæki til þess að finna einhverja lækningu og svona, en það þarf þá bara líka fyrir aðgerðina sig að byggja því sérstaklega. Þetta gagnsæi sem ekki að tala um, að það sé bara algjörlega klárt og kvitt hvað sé á ferðinni. Og það sé ekki sagt til fólk, sko, við erum að grípa þess aðgerð þess að vernda, að þú smitist ekki á morgun, sko, eða eitthvað svoleiðis, setja fólk í sóttkví og skima það. Ef ástæðan er svo að menn eru bara vilja vinna úr gögnum. Við sáum það núna síðsumars að þetta eru þannig íþyngjandi aðgerðir að það koma ekki eins niður á öllum frá einum tímapunkti til annars og það kom núna fram sem að hafði ekki verið áður en kannski var viðbúið að mismunandi atvinnuvegir eru farnir að togast á. Sáum þetta til dæmis í gagnrýni sviðslistamanna á það að þeir var að bera alla byrðarnar og taka á sig bara algjöra lokanir og meðan landi sjálft var í galopið og ferðaþjónustan hefði tækifæri til að blómstra og þetta var svona, fekk hérna tölverti mitt rými í umræðinni þá, sko, hvernig að þínu mati, því að þetta er náttúrulega mjög vond þróun, því oftast virkar, sko, það er talað um hjól atvinnulífsins að því þau eru svo mörg og hérna margar tennur á því hjóli til að það geti snúist, að hvernig heldur þú að við getum svona látið þetta fungera betur? Þetta er bæði vont og líka rangt, þar að segja það er misskilningur sem er falin í þessu. Ég heyri það núna að menn tala um það að það var talað um það í aðdraganda þessar aðgerðir sem var tekna núna þessar lokun á landamærunum
að við þyrstum að koma efnahagslífinu innanlands í gang og þess vegna þyrstum við að loka landamæran til þess að fólk geti farið frjálst höfuð strokið innanlands. Við þessu það að segja að þetta helst ekkit í hendur. Annars vegar það ekkert sem að segir það að það verði endilega opnað innanlands þótt að það sé búið að loka landamærum. Ég heyri það að menntaskólar og háskólar ætla að halda áfram að kenna einhverju fjarkennslu og ekki bjóða nemendum upp á kennslu í skólastofum. Þannig að það er engin breyting orðið á þar. En á hinn kantinn mætti segja líka, jafnvel þótt að landamærin væri opin. Það er ekkert sem segir að það þurfa að loka innanlands starfseminni. Þetta helst bara ekkert í hendur. Og að mínu viti er það einmitt vont að ef að stjórnvöld íta undir þessa einhverja svona flokkadrætti í atvinnulífinu, að því allt spilar þetta nú saman sko. Ég meina ferðaþjónustan spila saman við reksturinn innanlands og tónleikahald og allt þetta og listamennina og listamenn koma fram á hótelum og sjávarútvegurinn og allt þetta, ég meina allt þetta nú bara saman sko. Öll erum við saman að reka þetta litla fyrirtæki sem heitir Ísland sko. Og öll þurfum við að leggja eitthvað að mörkum og það er auðvitað ekki sanngjarnt ef að bjátar eitthvað á, ef að gefur bátinn, að þá sé bara sumir sem að þurfi að bera þær byrðar. Við þurfum þá að gera það öll saman, en ég held að þetta sé misskilningur að gefa sér það að það þurfi að loka hlutum innanlands, einhverju starfsemi, leggja hana niður ef að landamærin er opin. Þetta er bara misskilningur Svona rétt áður við ljúkum þessu mitt að maður fór svona þess að velta fyrir sér í þessu tilliti sko með lærdóminn af tilslökunum sumarsins sem ég held að hafi almennt heppnast ágætlega og verið bara af hennu góða í heildarmyndinni séð að sjálfsögðu því að ég meina ferðaþjónustan fór betur út úr sumrinu en áhorðist og geðheilsa landans var betri og þetta svona var ekki eins dökkmynd og kannski viðblast í vor. En við sáum samt leið að það var til dæmis verið að halda fjölmenn stórmót þar sem börn að keppa í íþróttum sem eru bara svona eitthvað einstakir viðburðir og maður svona fór að velta því fyrir sér eftir á og þá er ég bara, ekki bara að tala slíkt, þetta er bara svona stærri mannamót af þessum toga, þess vegna ættamót sko. Að hvort að það hefði verið betra að gefa línuna út bara strax í byrjun sumarsins að svona löguðu yrði sleppt og tryggja þá til dæmis frekar að einmitt eins og til dæmis tónlistafólk gæti þá en að gera bara strögglað, fengið að halda smarri tónleika og tryggja þannig hagsmuni þeirra sem hafa langvarandi atvinnu af hlutunum. Já. Ég held reyndar sko að ég verði að taka hans upp hanskan fyrir unga fólki. Mér finnst svolítið mikið verið að kenna börnunum og unga fólkinu sko. Mér finnst það kannski ekki sanngjarnt einmitt í ljósi þess að við vitum þessa veiru og hún leggst miklu vægar á unga fólki og ég held eitthvað fótboltamót hjá krökkunum það fyrir fjölskyldan með foreldrarnir, vinir og fjölskyldunar hittast og allt það sko. Takmarka það frekar að fullorðna fólki væri að hópa saman og að fullorðna fólki væri sem að þekkir þetta stendur á kantinum og línunni og öskrar á sér lungun og hvetur sitt lið áfram og svona það er þetta öskur og fruss og kossaflens sem ég held að sé og ég skil þessa veiru rétt að það er að versta við þessa veiru og stóri tónleikar ef þeir eru þannig stiltir að menn finnir sér mjög knúna til þess að syngja með og öskra, það er bara ekki gott umhverfi og þá þarf þá að koma það skilaboðum á framfæri við fólk sem er veikt fyrir aldraða, fólk sem telur sig ekki geta borið þessa veiru að sækja ekki minnst slíka viðburði en unga fólki virðist geta borið þetta miklu betur þótt að segja þetta dæmi að ungt fólk hafi fengið og veikst hastalega af þessu þannig að menn þurfa, þetta er líka hluti að það er bara almennu skynsemi sko. og af því sem að ég myndi segja að þetta vera forvarnastarf stjórnvalda að benda bara fólki á hver eru helstu smitleiðirnar samkvæmt nýjustu upplýsingum að þær eru sinna að breytast það hafi breyst á þessu hálfa ári sem liðir bara tryggja það að við séum alltaf með nýjustu upplýsingarnar hérna í Íslandi koma því til allra takið þið, segja við fólkið, nú verður þið aðeins að ráða. Ætlið það fara inn í þetta umhverfi? Fyrir ungt fólk getur það verið allt í lagi og ég meina ég held að þessi fótboltamót, það var held ég veið og metið að sóttvarnayfirvöldum og metið bara að vera allt í lagi með þessi fótboltamót. En það var takmarkar enda með foreldrarna fóru ekki með á öll mótin
og þannig að já. þú veist, og ég meina á að fótbolta leikina líka þarna, Pepsi Max og hvað það heitir allt saman, mér finnst það svolítið drastisk að sko bara loka öllum leikjónum, ég meina þar hefði meðalhófið, þar hefði það kannski verið, já, sleppum áhorfendum en látum leikina vera að rúlla eins og var síðan gert sko. Þannig það er svolítið vont, ef menn fara alltaf við hörðustu aðgerðirnar, þá sjáum við ekki heldur hvaða aðgerða eru sem að virka kannski. Og sín okkur jafnvægispunkti og þannig náttúrulega þarf þetta að vera og það verður þetta mistök og það verður líka reynsla. Já. En svona aðeins núna setjum þetta til hliðar að mestu leyti þingvetur framundan, hvernig svona leggst hann í þig í ljósið þessara stöðu sem hefur núna teiknað sig upp og þetta er líka leið kosningavetur? Já, bara alveg ljómandi vel þannig lagað sko, nema ég held að þingveturinn og þingstörfin þau muni marka svolítið af þessari veiru og mér finnst ekki mjög brýnt að koma að og fara að afgreiða á þinginu alls konar mál sko, sem ofta skemmtilegt að ræða kannski, þú veist, sem að ekki, ef að þau að fara að taka tíma frá því sem kannski skiptir miklu máli. Og það held ég að verði efnahagsmálin sem verða rosalega þung munum taka í vetur og það þarf auðvitað að vera eitthvað svona það þarf að leggja svolítið yfir það í hvað aðgerðir menn ætla að fara til þess að stemma stigu við þessu faraldri og það skiptir máli í því sambandi þá ef að menn ætla að halda landinu hérna lokuðu í marga mánuði sko, ef að þingi ætla að taka þá ákvörðun að við ætlum að loka okkur inni að þá þarf það að endurspeglast mjög mikið í ríkisfjármálunum eins og ég sagði við áðan það gengur ekki að það sé bara fámennur hópur eða hluti af þjóðinni sem taki þátt í því að bera þann kostnað, það hljóta að vera allir og ég get ekki séð að ríkið geti haldið úti bæði óbreyttri þjónustu ríkisþjónustu eins og menn hafa verið að nefna að menn ætla að gera þú veist, að það þarf annarkvort að skerða eitthvað ríkisútgjöld með einhverjum hætti, annarkvort þjónustuna og eða til dæmis laun ríkisstarfsmanna þannig að þetta hlýtur alltaf að koma til skoðunar það liggur fyrir halli á ríkissjóði upp á 300 milljarða eða hvort það voru 350 milljarðar komnir ef að landinu verður haldið áfram lokuð þá verður þetta auðvitað meira hann verður meiri og vext þá bara á næsta ári einhvern veginn þurfa menn að mæta þessum halla það er alveg ljóst þannig að það verður ekki engin hörgull á umræðefnum á þinginu en ég held að þau munu taka mið af þessum veruleika Alveg áræðanlega. Mér langar aðeins líka að ræða þig sem stjórnmálamann ég hef aðeins verið að fylgjast með þér, við vinnum saman mikið og mér finnst þú svona vera mjög mikilvæg stjórnmálamaður vegna þess að þú ert mjög óhrædd við að mæla gegn músins boðun eins og sagt er og setja fram þínar skoðanir svona jafnvel þóttar syndi á móti meginströmmnum og spyr stundu spurninga þegar aðrir vilja ekkit endið að gera það en þetta er auðvitað ekkit alltaf auðvelt til dæmis á samfélagsmiðla öld og slíki stjórnmálamenn fá eftir vissi skammir og það er svona svívirðingar og hvernig upplifir þú þetta? Er þetta erfitt? Finnst þér upplifir þú þig eins og þú sért umdeild? Nei, ég held að ég var nú að gera aftur fyrirvara við lýsingu þína á minni afstöðu en þú segir ég synda móti meginströmmnum ég held að það sé nú ekki rétt sko. Það kann að vera að ég hopp ekki á háværustu ræðurnar á samfélagsmiðlunum ég er nú að meina það en ég myndi nú segja að þeir þögli meiri hluti við skulum ekki alveg horfa fram hjá honum og ég finn fyrir miklu þakklæti frá þeim hluta þögla meiri hluta sem hefur sambandið mig mjög reglulega og stappar í mig stálun eða heldur að þurfi þess en ég fagna því þetta bara þakka fyrir hlýjar kveðjur sem ég fæ frá flokkssystkinum og öðrum líka utan Sjálfstæðisflokksins þannig ég held að ég sé nú ekki með mjög óvinsælar skoðanir eða einhverjar svona út á einhverjum kanti einhver skoðan Nei, en þú vekur viðbrögð sko, þú gerir það það er væntanlega bara kannski að því að maður reynir að tala mannamál mér finnst það nú mjög mikilvægt að maður festist ekki í einhverjum svona frösum og einhverju formlegu málfari sko og tali bara þú veist, skuldir en ekki nota ekki einhver önnur einhver fíniris orð í kringum það ég held að það sé nú eitt og svo líka
svo það kannski bara því að ég segi bara mína skoðun, ég held að það sé ekkert, ég er ekki að segja að það vanti upp á hjá öðrum stjórnmálamönnum, af því ég ætla ekki að hafa skoðun á því hvað aðrir eru að segja, sko, en ég held að mörgum finnist kannski vanta að fólk lýsi skoðunum sínum, þegar það orðnir kjörnir fulltrúar, að það þurfi þá að lýsa skoðunum sínum og vera óhrætt við að gera það og taka afstöð til málefna. Nú það ekki auðvitað þannig, ég vil kannski mínu nánustu vinnur segir haldið maður hafi skoðun á öllu. Auðvitað getur enginn haft skoðun á öllum málum sem koma upp, sko, en svona megin málum, ég tökum dæmi bara eins og með þetta COVID, sko, ég menna hljóti ekki allir sem kjörnir eru á þingi og setja á þingi hafa skoðun á aðgerðum sem teknar eru og svona, og þá spyrja á móti, eru margir sem hafa verið að tjá sig í sumar það? Hvað finnst þér? Nei, ég menna þannig að menn með ekki vera hræddir, svo það kannski líka það, menn eru hræddir að stuða eitthvað, menn eru alltaf að hugsa endurkjör og prófkjör og halda einhverjum góðum og svona, það ekki til velfarnaðarfallið í pólitík, en mér hef ég ekki áhuga að vera þannig stjórnmálamaður að ætla að reyna að halda einhvern veginn alls konar hópum góðum. Mér finnst miklu meira vert að menn viti hver mín afstæð ég oft ósámála bara mínu kannski mjög nánum hópum eða miklum stuðningsmönnum mínum einstök mál, þá bara vita það, en svona breiðu málina þá minnst held ég að ég mikla samleið með öllum sjálfstæðismönnum. Já, og maður hefur heyrt mjög marga mitt segja þetta oft, Sigríður segja það sem aðrir hugsa en segja mitt ekki, sko. En það eins og ég var aðeins að vísi eins og kannski til dæmis stjórnmálun hafa breyst rosalega mikið með tilkomu samfélagsmiðla, það einhvern veginn aðgengja fólki, sko, eru það miklu meira en þegar menn tókust á kannski bara einhverjum lesendagreinum á síðum dagblaðana. Þannig oft það hlutverk hlýtur stundum að vera, sko, þegar þú segir, þú veist kannski alveg að margir að hugsa þetta, en þú veist að stemmingin kannski ekki alveg þar. Þegar þú setur það fram, þá veistu líka kannski að það kemur mjög mikið á móti, þannig að hugsaðu stundum alveg, nei, ég ætla að eiga sunnundaskvöld heima með manninum og börninum mínum og ekki setja þetta fram núna eða eitthvað svoleiðis. Ég hugsa miklu frekar á hinn veginn, best að setja þetta fram og hjálpa fólkinu að stíga fram og tjá skoðanir sínar ef þær eru góðar og taka og breyta rétt. Ég voni að mér hafi tekist það í þessum COVID með því að ávarpa, eins og menn nota hundleðeldi, menn segja það í pólitíkinu að ávarpa þessi þennan mannréttinda vingil. Ég menna, mér sýnist nú stjórnvöld þá vera farnir eitthvað að hugsa á þessum nótum ef menn eru að velta því fyrir sér að koma með inn í þingið frumvarpum breyting á sóttvarnalögum og annað. Þannig ég hugsa þetta miklu frekar þannig, best að ég veit að margir eru þarna fáum fólki fram. En svo það oft þannig ég stundum að líka kvart yfir því við ágætis fólk sem með alls svona lokaðar grúppur á Facebook og svona sem eru með hægri sjónarmiðum og góðum sjónarmiðum. Fólk að bjóða mig alls konar hópa, lokaða hópa. Ég segi alltaf við þetta fólk, akkur með þessa hópa lokaða? Það þarf ekki að messa yfir einhverjum sandkristnu fólki eða sandtrúiðu í þessum málstað. Akkur þið ekki með að tjá ykkur bara sjálf á Facebook? Bara þú sem Guðfinnur Sigurðsson eða hver það Akkur þið einu í þessum lokuðu hópum, þessum búblum. Og kannski það að þetta fólk kannski þorir það ekki eða finnst það óþægilegt. Og það ekkert að koma óvart að þeir sem að sækjast eftir að vera kjörnir fulltrúar eru kannski með eitthvað annað geðslag heldur en þeir sem ekki sækjast eftir því. Þannig að við hljótum að þurfa að vera óhrædd við að setja fram skoðanirnar og fá fram skoðanaskipti, fá fram umræðuna og ég meina og ef það fellur ekki kramið þá gerist ekkert annað en að maður verður ekki kjörinn fulltrúi og það ekkert gasað við það, þá fyrir maður bara að gera eitthvað annað. Ég held að það hefur verið Vigdís Finnbogadóttir sem sagði einhvern tímann, sko, að Íslendingar ættu ennþá eftir að læra listina að rökræða, að þetta sé oft svo miklu meira bara í ásökunum og upprópunum frekar að því eins og þú ert að lýsa ef þú hefur góðan málstað að verja á báða vegu, til dæmis í svo sóttvarnamáli. Ég meina ef að allir geta staðið rétt á sínu og geta rökstuttað mjög vel, þá allt í lagi þó sem það komi fram gagnrýni og þó sem að setji fram skoðanir sem að rista eins upp í hlutunum því að það styrki náttúrulega umræðuna til lengri tíma litið að það sé gert. Heldur betur. Og maður á ekki vera svo forhæstur og maður get ekki skipt skoðun, sko, maður auðvitað fær oft alls konar, ég hef oft skipt skoðun, maður fær einhverjar upplýsingar sem að liggja þannig fyrir að maður gerir það, þannig að það maður á að vera óhrættur við rökræðinu. Finnst þér alltaf, rétt að lokum, gaman að vera í stjórnmálum?
Já, mér finnst það í sjálfsög, ég hef bara alltaf haft löngu áður en ég varð sko kjörufulltrúi, þá hef ég bara einhvern veginn, ég bara frá því var krakki haft það mikinn áhuga á þjóðmálum og rökræðum kannski, ekki þrasi heldur, einmitt rökræðum, að ég líti ekki beint á það að ég sé núna í stjórnmálum og jafnvel þótt að ég myndi hætta á Alþingi, þá ég ekki viss að ég geti sagt ég hætt í stjórnmálum, ég held ekki, ég held að ég sé með það svona krónískan áhuga á þjóðmálum og stefnumótun og hugmyndafræði kannski aðalega, hugmyndafræði að ég hef alltaf gaman af þjóðmálum. Sigríður Á Andersen, alþingismaður og formaður utanríkismálanefndar, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.